Varlega fólk, ég full að trúa því að næsta viðmælanda þurfi bara ekkert að kynna. Þetta hún Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir sem er ráðherra í nýráðuneyti vísinda, iðnaðar, nýsköpunar, nei? Já, háskóla. Nú heitir það háskóla, iðnaðar og nýsköpunar. Háskóla, iðnaðar og nýsköpunar. Ég var svo nálægt í. Næstu því. Næstu því. Það fór úr vin í hinn. Já, akkurat. Gott að meina. Já. Ég er svo Meatloaf, 2 out of 3. Já, bara. En hjartalega velkomin. Takk fyrir. Og takk fyrir að gefa þér tíma til að koma. Bara mín ánægjan. Gaman að vera ferðalagi hérna á Norðurlandi. Já, ég sá það í gær. Þú varst í Hlíðarfjalli. Já, ég var helgina. Já, varst helgina. Svo fór ég í bæinn og tók kjördæmadagana í Reykjavík, fyrstu 3. Ok. Og kom svo í morgun hingað í vinnuferð og að fara Akureyri allan dag og hitta ýmsar stofnanir og líka fyrirtæki sem tengjast nýju ráðuneyti, þannig að það rosa gaman. Þetta rosaleg dagskrá eða ekki? Ertu ekki alveg bara svona... Jú, þetta mjög þétt dagskrá í dag. Þannig en þannig vill maður hafa það og þannig það oftast í þessu starfi. Já. En maður nýtur þess og það ekkert skemmtilega en að hitta fólk sem einmitt að segja manni hvernig hlutinir eru og hvernig væri hægt að gera það betur og ég ætla því að nýta daginn vel hér og hér eru líka 2 starfsmenn í ráðuneytinu, þeir vinna hérna frá Akureyri. Já. Og fleiri starfsmenn hafa verið að nýta sér það að koma hingað og vinna í viku og viku. Já, ok. Af því að við bjóðum upp á það, mjög sveigjanlegt hvar þú ert. Já, það nú einmitt eitthvað sem þú komst með fram daginn, sem sagt störf án staðsetningar. Já, ég var lagði upp með það að ég að fá tækifæri til að búa til nýtt ráðuneyti. Já. Það að segja svona púsla þessum málaflokkum saman sem ég held að sé rosalega góð þróun. Ég held að það gefi aukna dýnamík í þessa málaflokka. Ok. Og gefi svona háskólanum meira vægi en líka að þora að tengja rannsóknina betur inn í nýsköpunarstarfið og svona hugvitið og þann geira. Og svo maður með iðnaðinn líka og þetta vísindin og fjarskipti og tækni og svona og þetta svolítið svona framtíðarráðuneyti. Og í framtíðarráðuneyti að þá á maður að nýta þekkingu fólk sem býr hvar sem er. Já, nákvæmlega. Þannig að þess vegna auglýsi ég öll störf þannig að þú getur búið hvar sem er á landinu eða Seyðisfirði eða Seattle þess vegna. Þannig að músík í eyru okkar landsbyggðarfólksins. Já, og þetta er líka bara mikilvægt að ráðuneyti mitt ekkert mjög mannaflafrekt og ég mun ekkert auglýsa mikið af störfum til að byrja með. En mér finnst mikilvægt að gefa út þessi skilaboð af því að í COVID lærðu mjög margar stofnanir og ýmis starfsemi að það nú alveg hægt að hafa fleiri ekki á sama vinnustaðnum. Það er nefnilega nákvæmlega málið. Þannig að ég vona að fólk læri nú af þessu og stígi stórskref og þori því og ég ætla að ákveða að reyna að gefa merkjum slíkt. Nú hlýtur þú að vera mjög hugrakk manneskja. Já, ég meina, ég var einmitt að velta þessi fyrir mér, 2016 ertu laganemi eða ertu í, og ég hugsaði bara, ok, ef ég hefði verið í handleiðslu sem verðandi prestur einhver staðar í einhverju kirkju og svo 3 árum setna hefði einhver komið til mér og sagt, herðu, biskup, til í það? Já. Ég hugsaði, ég hefði sagt, Ég veit ekki. Já, ég held að það sé bara alveg rétt hjá þér. Það er gleitt mitt eigin svona aðaleinkenni að vera hugrökk og óhrædd og ég hef bara sagt já við þau tækifæri en líka barist fyrir þau og beðið þau. Já, einmitt. Og ég kem beint úr lagadeild inn á þing þarna og kláraði seinasta ári mitt í mastersnáminu með þingmennsku á fyrsta árinu. Ég sá það nefnilega, ok, hún ekki sofið mikið. En ég nýtti líka tíma minn í lagadeildinni til að kynnast mismunandi störfum. Já. Og var í lögreglunni á Suðurlandi og fór á sjó og var blaðamaður og var líka laganemi á lögmannsstofu. Þannig að ég svona ákvað að nýta tíma vel í lagadeildinni án þess að ætla mér að fara svona ung í pólitík. Nei, einmitt. En ég hugsaði smá að það þýðir ekkert að kvarta við því að fólk á þingi sé á ákveðnum aldri ef þú gefur ekki kost á því sjálfur. Nei, það er ekki hægt að endalaust að bara benda á aðra. Nei, þannig að það var svolítið leiðið mín í þetta og mér langar svolítið að pólitíkin líka sé þannig dýnamík að þú getur komið inn ungur og farið svo að gera eitthvað annað eða komið inn aftur eða komið inn seinna og ég held að við þurfum og við séum að skapa svona kannski slík fordæmi. Já, einmitt. Og þú klárlega óhræddur við að taka slaginn. Ég meina þú fórst fram gegn Guðlaugi núna sem náttúrulega gamall í hettinu á síðasta ári með fyrsta sætið og svo framvegis. Mér finnst það ánægð með þig. Maður þarf bara að gefa kost á sér og þetta er ekkert mótframboð í pólitíkinni. Maður bara að gefa kost á sér og leyfa fólki að velja og ég leiddi annað kjördæmið í Reykjavík sem var ótrúlega skemmtilegt og að fara í kosningabaráttur og tala við fólki í þessu landi er bara það er skemmtilegt sem ég geri, af því að maður er alltaf að heyra hvað er hægt að gera betur og reyna aftur að sjá því hvað
hvað við líka erum bara framúrskarandi á mörgum sviðum. Akkurat. Hérna, sko, nú ert þú í þannig stöðu að maður þarf nú svona að passa sig og vera settlegur og allt það, sko, bara þú veist. En hvað gerir, ég meina, það er ekki hægt að vera þannig alltaf. Ég meina, fyrir mig til dæmis, það er mjög heppilegt að sóknarbörnin mín fylgist ekki með mér þegar ég er í fótbolta. Það er mjög fátt kristilegt sem ég segi þegar ég er í fótbolta. Hvað gerir þú? Hvað lætur þú hárið niður og lætur það? Ég ger það í hestaferðum. Þú gerir það í hestaferðum? Já, meðal annars. Okay. Nei, það er eitt af skemmtilega sem ég geri. Að fara á hestbak og ferðast um landið á hestbaki. Já. En ég á líka ótrúlega mikið af góðum vinum sem passa að halda í gleðina þegar það er erfitt í vinnunni, en líka styðja mann, en líka fagna með manni þegar það gengur vel. Já. Og ég leyfi mér alveg og fæ mikinn kraft frá því að vera duglega að hitta vini mína og rækta vinasambönd og fjölskylduna auðvitað líka. Þannig að en ég segi svona, hestarnir eru mitt svona Þitt athvarf, þín þerapía. Og ég þarf svona að reyna að gefa mér aðeins meiri tíma í þá. Ok, það er þú sækir orkuna þar. Já, einhvern veginn að vera á hesti ekstra út í náttúru, bara að njóta lífsins bara gefur manni mikla dýnamík. Já, það er kraft. Það er svo ótrúleg núllstilling og það er ekkert annað til akkurat á meðan. Nei, nákvæmlega. Það er bara þá maður verður nefnilega, maður hlýtur að þurfa að eiga sér eitthvað svona til þess að geta skilið heiminn eftir einhver stærri smástund. Já, maður þarf að geta skilið pólitíkin eftir, umræðuna og athugasemdirnar og allt sem gengur á. En og ég er nú orðin nokkuð sleip í því. Ég veit að vera að taka þátt í samfélagslegri umræðu í 10 ár. Meira. Byrjaði mjög ung að hafa afskipti af pólitíkinni og hafa skoðanir og þóra að segja hvað mér fannst og svona, og þá var vinstri stjórn í landinu og ég hafði mikla skoðanir á þessu öllu saman. Varstu með blammeringar? Ég var auðvitað bara að taka þátt sem ungur sjálfstæðismaður í umræðu ýmsum mál og svona, og ég lærði mikið á því, en líka svona bjó til mína skel og þekki þetta að vera þáttakandi í opinberum röð og opinber persóna og hvað því fylgir. Kostur og gallar. Já, algjörlega allan daginn og maður getur ekki, maður tekið allir umræðu persónulega, maður þarf að láta aðeins að detta af sér. Já, það er alls konar. Hvaðan kemur þessi áhugi? Ertu alin upp svona pólitískt eða ertu bara svona óbáslega skelega eðlisfari? Ég hef þetta nú örugglega líka frá foreldrum mínum og fjölskyldu einhverju leyti. Mamma var kennari en rosa jákvæða eðlisfari og kröftug og langaði að breyta hlutunum og fór í námi í Stanford í tölvukennslu í rauninni bara 1986, þannig að það var mjög mikil frumkvöðull á því sviði að nýta tækni í kennslu. Wow. Og síðan er pabbi lögfræðingur og meira svona pólitík í honum og þó hann hafi aldrei farið full force í hana eins og ég gerði. Okay. En ég fekk mikinn kraft í uppeldinu og svo ólst ég upp og á fatlaða systur, og það er líka mikill lærdómur, þú verður líka svolítið sjálfstæður þegar þú ert systkini. Og verður kannski líka aðeins svona bara óhræddari við að láta vaða og prófa það áfram og þú veist svona. Akkurat. Dásamlegt. Herðu, hjartans þakkir fyrir að gefa þér tíma til að koma og kíkja okkur svona á föstudagskvöldi, og ég veit að það eru bilaðir dagar framundan eins og að mér heyrist flestir dagar séu hjá þér. Já, þeir eru þéttir núna. Ég meina ráðuneytið er nýtt en mörg verkefni framundan og ég er bara á fullu að sanka mér upplýsingum, hitta fólk og heyra hvað fólk hefur að segja. Ég er að óska eftir hugmyndum frá fólki líka, hvað því finnst betur með að fara í þessum málaflokkum og hvað svona helstu verkefnin eru til að maður geti komist lengra. Með skýra sýn það að hugvitið eigi að vera einn stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar í svona framtíðinni og vonandi ekki eftir ofurlangan tíma, en ég ætla að gera allt sem mínu valdi stendur til að stefna þangað fyrir íslenska þjóð. Frábært, vá, þetta voru rosalega lokaorð. Ég fann alveg bara undirstrikað, feilletrað og búm. Rautt. Þannig, ok. Hjartans þakki fyrir komuna og gangið er allt að sólu í nýja ráðuneytinu. Kæra þakki fyrir það. Og þá trúi ég að sé einhver smá skilaboð og svo sjáumst við fyrir handan þá.